innblandaður í alls konar, en ég ber ekki ábyrgð á, ég ber ekki ábyrgð á neinu, ég innblandaður í margt. Já, það ágætt, það skemmtilegt. Já. Ég lítum bara ennþá á þess sem garðyrkjustjóra, sem bara meira miklu betra heiti. Já, það er. Gróður með fram göngustígum og vegum og... Já, sko, ég er svona meira í að inn í skipulagsferlinu og strategíinu og svoleiðis, sko. Svo síðan þá garðyrkjufólki, það er náttúrulega að sinna þessu. Já, bara frá degi til dags, en síðan ef á að gera eitthvað nýtt, plana einhverju nýja gróður eitthvað svona, þá er ég kenndur því, sko. Og nýframkvæmdum og sko. En síðan þetta er komið bara í rekstur og þá er bara skrifstofa borgarverðar gamla garðyrkjudeildin í rauninni sem að sinnir því, sko. Við erum komin í lofti, þannig að nú er okkur ekkert að vanbúla. Já, og bara fyrst að glæra. Ef það er hægt. Já, er ekki að gera svona? Já, ok. Jú. Já, og ég ætla bara að reynda þetta saman. Þetta er í rauninni á borgarvefsíðunni, það eru fleiri friðlýst-svæði í Reykjavík nú þegar, 7 friðlýst-svæði. Eitt er að hluta með Mosfellsbæ, það í rauninni er ekki búið að færa það inn á borgarvefsíðuna því miður, en ekki búið að uppfæra hana, en það snertir okkur hérna, eða ykkur hérna í Gráin, því það er sem sé Blikastaðakró og Leiruvog sem að næri rauninni alla leið inn í Mosfellsbæ líka. Og þetta er svona mismunandi. Við erum með 2 fólksvanga þar sem Reykjavík er í rauninni, sem er ekki innan Reykjavíkur nema bara tímum til hluta. Það er Bláfella fólksvangur, við eigum bílið part hérna, þar, áttum meira. Og síðan þá Reykjavíksfólksvangurinn sem að við Reykjavík á leiðinu út úr Reykjavíksfólksvangi og það var langt málur það, sem er ekki þessi vettvangur. Og síðan eru svokölluð náttúruminjaskrá sem er svona partur af þessu náttúruverndarlaga umhverfinu. Svo erum við þá með hverfisvernd sem er batteri sem er undir skipulagsskrá. Svo bara áfram. Já, þannig er að bæta við vatnsverndar. Það er rauninni verndun vegna vatnsverndar, það er allt þetta bláa sem bættist þarna við og það er sumum þessum svæðum er rosalega sterk vernd, í rauninni miklu sterkari heldur en kannski friðlýsingin. Allavega hvað var það suma hluti og næsta. Og sem sé við erum með friðlýstsvæði samkvæmt náttúruverndarlögum og það eru þessi svæði þetta sem eru allir í borginni og þetta nýjasta er hérna lengst til hægri sem bættist við bara í fyrra, og umræddur ráðherra stóð einmitt þarna og skrifaði undir þessa friðlýsingu. Og þetta er svona flest allt svona jarðfræði fyrirbæri nema þessi nýjustu, hérna Blikastaðakró og svo yfir næsta mynd. Hvað fyrir ekki Háubakkar, hvaða hérna? Það eru svona hérna lög, jarðlög sem eru eldgömul. Þannig að það er mjög auðvelt að sjá hérna jarðsöguna í þessum lögum. Ok, þetta veist ég ekki. Og það á líka í rauninni við Fossvogsbakka, það eru lög, jarðvegs eða allt svo berglög sem maður hægt að skoða. Og síðan þá næsta, já, þetta er Blikastaðakróin og það er þá þessi 2 þarna, Akurey og Lundey. Þetta eru þá svæði sem eru svona friðuð vegna líffræðilegar fjölbreytni en öll hin eldri, það er allt svona jarðfræði minjar. Og næsta, og svona aðeins bara við erum með friðlýsingu samkvæmt náttúruverndarlögum og svo erum við hverfisvernd sem er samkvæmt skipulagslögum og þetta er svona aðeins rétt munurinn á þessu að friðlýsing samkvæmt náttúruverndarlögum svona tengist alþjóðlegri flokkun svæða, þannig að það eru friðlönd og náttúruvætti og friðlýst vegna hitt og þetta. Nokkrir flokkar og það eru þá lögbundnir skilmálar sem eru gerðir síðan sem ráðherra skrifar undir og það er gerð svokölluð stjórnunar- og verndaráætlun og það er mjög erfitt að bakka út úr friðlýsingu. Við erum þó að reyna að fara út úr Reykjanesfjordflokki, Reykjavík altså, og það er þá eftirlit frá ríkisvaldinu sem sé umhverfisstofnun og
það er mögulegt að sækja í sjóði, við höfum svo sem pröfað að við fáum aldrei neitt hérna í Reykjavík en það er allavega sagt að það sé möguleiki. Og skipulagslögin þá hverfisvöndin, það er þá ákveðin vernd líka og það er engin tengsl á milli þessara laga, þessara náttúruverndarlaga og skipulagslagana og það er ekki sérstök flokkun og þegar er verið að vernda samkvæmt hverfisvönd þá er hægt að skrifa skilmála sem að lýsa hverju er verið að vernda. Það er kannski ekki nógu mikið nýtt, mætti nýta betur, það er ekki gert svona sérstök verndaráætlun og það er hægt að breyta skipulagi, þar með hægt að breyta hverfisvernd bara með því að breyta skipulagi. Þannig að það er þetta svona miklu veikari vernd auðvitað. Og sveitarfélög náttúrulega ráða allir hvað þetta varðar bæði í rekstur og annað. Næsta. Síðan er þá í þessu apparati með náttúruminjaskrár þá samkvæmt náttúruminjalögum og þá er gefin út svona framkvæmdaáætlun. Það er þá sem náttúrufræðistofnun gerir tillögur og horfir á svona allt landið og svona reynir að búa til net af svæðum sem að svona vernda ákveðnar hluti og það síðast voru einhver 100 og eitthvað svæði tilnefnd og næsta. Já, þetta er bara svona til að sýna, þetta er það sem að tillögur náttúrufræðistofnunar og það er smá hérna í Reykjavík líka og næsta. Svæði sem að voru tilnefnd í Reykjavík, það er þá Skerjafjörðurinn. Það er á milli Álftanes og Skerjafjarðar sem er tillaga náttúrufræðistofnunar, Elliðavatn og Grafarvogur og við erum hérna að tala það, hluta þessu svæði þetta í dag. Blikastaðakrá og Leiruvog, við erum búin að friðlýsa það. Svo er það hugmynd Leirvogsvatn og Hofsvík. Hvað er hún Hofsvík? Það er på Kjalarnesi. Og sem sé tilnefning náttúrufræðistofnunar eða tillaga er sem sé Grafarvogur og Elliðavatn, þannig að þeir eru að tala Grafarvoginn og svæði í rauninni fyrir framan hinum megin við sjá hérna fyrir Gullinbrú, þannig að þeir eru að tala þetta og þetta sem einhverja heild. Það er tillagan. Og það er þá leirurnar sem að í Grafarvogi sem er mikilvægt fuglasvæði. Síðan er þá Elliðavogurinn sem hann er að horfa á þetta sem heild og þetta sé nú kannski ekki aldrei mikið sundurslitið. Er nokkuð náttúrulegt eftir í Elliðavoginum, svo ég spurði bara. Já, það er náttúrulega allur sjáarbotninn minnst. Já, það er náttúrulega engin sjávarkantar upprunalegir. Jú, það er náttúrulega hérna. Já, þessir háubakkar, já. Háubakkarnir, sko. En auðvitað, og það er auðvitað eftir leirur, en auðvitað er búið að raska, eins og þú segir, hérna, sjávarbakkarnum. Allan hringinn. Mest allan hringinn, en þetta eru hérna mikilvæg svæði, laxinn er að dóla hérna áður en fyrir upp og það er fuglalíf, það eru leirur eftir hérna, þó að það hafi verið eyðilagt mjög mikið. Já, og það er hérna, og Grafarvogurinn á þessum tíma þegar þetta gert, þá náttúrulega var hann og er náttúrulega ennþá hverfisverndaður, mestan. En síðan ætla ég að hoppa þá yfir á það sem að Reykjavík var að bralla í rauninu og auðvitað með þessar hérna tillögur í huga. Þá er lagt til að hérna, hefja samræður við ráðuneyti og umhverfisstofnun að friðlýsa 3 fjörusvæði og það er þá Grafarvog, Blikastaðakró sem við erum þá hérna friðlýsum Grafarvogs og svo Blikastaðakró og Skerjafjörður. Þannig að við erum búin með þetta og við erum að taka þetta og þetta er svona örgulega lengra fram í tíman en allavega þetta var þá sent bréf til ráðherra og til umhverfisstofnunar sem er lagt til og það er lagt til hérna að fara bara í Grafarvoginn, ekki tala um Elliðavoginn, þetta fara bara í Grafarvoginn og þess að tala um hinn 2 svæði. Þetta er þá 21. mars og næsta. Og þetta er hérna þá síðan fer á stað ferli og samsvarandi ferli fór á stað við Blikastaðakró og kláraðist. Við tókum það fremst þar. Það var líka, þar vorum við samræði við Mosfellsbæ og þannig að það var svona aðeins
stærra ferli en hérna héldum við varum bara mjög lítið og einfalt verkefni sem við myndum bara rúlla upp hratt af því við vorum búin að gera friðlýsingaskilmála og alls konar hérna upp í Blikastaðakrók og þetta lá svona héldum við mjög beint við og ferillinn er þannig að það skipaður þá samstarfshópur, það þá fulltrúar frá borginni og sem einu landeigandi náttúrulega, þannig að það þarf ekkert að sækja einhverja aðra fulltrúa svæðisins og síðan þá frá Umhverfisstofnun. Þannig að það var hópurinn síðan og það ferlið þannig að það auglýst áform að það eigi að fara að friðlýsa og kalla eftir athugasemdum frá bara hverju sem og þetta auglýst bara almennar auglýsingar. Það komu nokkrar ábendingar og svona umsagnir, náttúrulega frá Náttúrufræðistofnun og Umhverfisstofnun og svoleiðis, ekki Umhverfisstofnun, þeir náttúrulega voru í ferlinu að það kom frá einhverjum svona hagsmunaaðilum. Ég nú ekki alveg með í kollinum, einhver 6 eða 8 umsagnir komu. Og það var svona, það var enginn sem hafði eitthvað stórt vægi í rauninni. Og þetta þá sem sé ferillinn að þarf að auglýsa þessi áform og síðan tekið tillit til athugasemda hvað það sem gæti komið. Og næsta. Og þetta þá, já, það bárust frá 8 aðilum. Það svo þannig. Og það var þá öllum svarað og gerðar skrifuð svör við þessum athugasemdum sem bárust. Og þetta var þá, þetta kallað vinnuborð, já. Þetta var það sem í rauninni í grunninn frá Náttúrufræðistofnun. Það í rauninni bara svona fjaran. Og við vorum að tala að fara svona svolítið upp fyrir fjöruna í þessari vinnu þegar við vorum í þessum samstarfshóp. Og þannig að við værum alveg örugglega með fjöruna og svona rúmlega það. Hvort að við myndum við vorum að tala einhver hæðalínu sem væri svona mörkin. Og já, og það var þá bara í rauninni næsta skref, þá var það að auglýsa og klára þessa skilmála og síðan að auglýsa og bara ganga frá þessu, heldum við, sko. En svo náttúrulega, og kemur á næsta, þá kemur frá ráðherra önnur hugmynd, fengum bara sendt bréf að, og þetta er bara bréf, ráðherra leggur áherslu á að stækka verndarsvæðið, það er þessi rauðalína hérna, og í rauninni að fara eitthvað upp eftir og ekki ljóst hversu lágt allavega eitthvað upp með læknum. Og þarna svona aðeins lýsing á því. Og næsta. Og í þessu bréfi líka ég hef líka talað hugsanlega skoðað skógræktarreit sem þarna fyrir botninum. Og síðan þetta nefnt á 2 sviðsmyndir. Allt svæðið verið friðland eða sviðsmynd 2, svæði sem var í rauninni þessu svæði sem við vorum að ræða, verið friðland og síðan viðbótarsvæði gæti orðið fólkvangur. Og þetta er þá tillagan sem var okkur best og næsta. Þetta fór þá fyrir umhverfis- og skipulagsráð og þetta er umsögnin sem var lögð það fyrir umsögn þá sviðsins. Og það sem hafa rifið upp að markmiðin hafi verið að vernda búsvæði fugla og leirur og fjöruvistgerðir sem er svona skýr heild. Og síðan að umhverfi grafaleggjarir hafi auðvitað mikið gildi vegna náttúruminja til útivistar eins og framkemur í tillögu ráðuneytisins. En það er á vissu leyti kannski seinni sviðsmyndin sem segir líka að grafavogurinn sé í rauninni heild, þannig að það svona ríma við það sem við höfum verið að vinna með. Og síðan er það þá niðurstaða í okkar umsögn frá sviðinu að það sé ekki alveg sannfærandi að stækka friðlandarsvæði og falla frá upphaflegum áformum. En það sé alltaf eðlilegt að skoða hversu langt mörkin er að ná upp á land alls. En að auðvitað eigi að huga að vernd grafaleggjar
eins og í rauninni verið að tala um tillögur ráðuneytisins. Þannig að það þá lagt til í okkar umsögn að haldið verið áfram með fyrri áform friðlýsingu Grafarvogs en ekki lagst gegn tillögur ráðuneytisins að stækka svæðið upp eftir Læknum. Þannig að það í rauninni þá umsögn og tillaga sviðsins og svo næsta. Síðan þetta þá afgreiðsla í umhverfis- og skipulagsráði að samþykkja að halda áfram með því áform friðlýsingu Grafarvogs sem lagt var upp með og leggjast gegn tillögu ráðuneytisins að stækka upp eftir Grafarveg. En í rauninni í þessu máli þá í rauninni ekki verið að hafna því að það get ekki orðið eftir sem ég skilja það. Það var með alveg hugsa sér að sjálfsagt að skoða umhverju Grafarvegs betur. En til þess að svona klára þetta sem ein heild, Grafarvogurinn sem aðalega fuglasvæði, að þá í rauninni eins og talað í sviðsmynd að þetta sé heild og í rauninni bara eðlilegt að klára það sem slíkt. Og þarna bókun og það er líka bókun frá Sjálfstæðisflokknum sem hérna næstu, ekki hvort að Kjartan hérna var á fundinu. Það var í rauninni aðal það sem var kvartað yfir var að það var óskað eftir frestun sem var ekki orðið við til þess að það var hægt að kynna sér málið betur og það var kannski svona kjarnin í sem var bókun Sjálfstæðisflokksins svo líka að þetta ætti að kynna hér og við náttúrulega erum að því ekki að skynna en Á við hljóttum við að þetta er kynnt hér áður en umhverfisráðið taki sína ákvörðun en við hefur ekki orðið. Já, og síðan var hérna líka bókun frá Flokki fólksins sem að síðan, þetta er rauninni bara að sjá hvernig það lítur út, þannig að tillagan í rauninni sem við erum þá að vinna með það eða vonandi höldum áfram að vinna með það að fara eftir stígnum þá sannlega, fara upp á stígnum, það er svona svolítið einföld þægileg mörk að vinna með og svo þetta innmyndan þannig bara sem sýnir þetta er hérna bara þetta er hverfisvöndinni svo niður í dag sem að við varum þá að tala að fara aðeins skemur en hverfisvöndin segir en það er líka fínt að hafa buffer kannski þannig að það er friðlýst vogurinn og svolítið upp á land svo er smá bufferlína allt í kring það er allavega En gulalínan er ekki stígurinn, hún er bara svona bæðamáli eða fjörubakkin. Já, sem er á þessan, einmitt, en við erum það kom í umsögnarna frá Náttúrufræðistofnun tillögu ráðuneytisins að það verður ekki tekið undir að það væri eitthvað svo svakalega mikið áhrifandi að friðlýsa upp eftir Læknum en alltaf að skoða en það verður alltaf að fara svolítið ofar og mér finnst það ég held að það væri bara fín pæling og þannig að það sé þá gengið aðeins lengra upp á land með friðlýsinguna heldur en allavega til að Náttúrufræðistofnun gerði ráð fyrir og við vorum að vinna með. En málið er það þannig að þetta var síðast fyrir umhverfis- og skipulagsráði og sem samþykkti þarna sem var hérna á undan og það stendur í málinu og það svo niðurstaða var send til Umhverfisstofnunar og það Umhverfisstofnun hefur ekki haldið áfram með málið. Við hefum svo sem ekki ýtt á það heldur en ættum örugglega að heyra í þeim og hvað þið sé að spá en svo skilst mér reyndar að ráðherra hafi verið hér nýlega og sína þessa hugmynd sem var send til borgarinnar. En í rauninni afgreiðslan er þannig hjá borginni að það var ekki fallist á þessar hugmyndir ráðuneytisins og málið er þar. Þannig að ég held að það sé alveg fráleitt að það sé friðlýst eitthvað gegn vilja borgarinnar. En auðvitað þarf að taka málið áfram í samtali hvað ætlum að gera næst. Þannig að staðan málsins þannig, ef það er spurningin.
hver er staða málsins? Takk fyrir þetta. Var Ég, ekki ég hafði mitt samband þarna við Umhverfisstofnun og spurði mitt hvar málið væri statt. Já. Og fékk þau svör að málinu hefði verið vísað frá í borginni og ég sagði að það var ekki það mál sem ég væri að ræða heldur þetta bara 21. Þannig að mér finnst þetta taka ótrúlega langan tíma. Við höfum auðvitað fylgst með áherslum íbúa í Grafarvogi, þá komum fram á fundum og í samtölum við okkur og áherslur íbúa hér að komi að útivistarsvæðum og áherslur á að friða svona náttúrulegt umhverfi í Grafarvogi. Því ég held að hafi farið svolítið fyrir brjóstið á fólki, það er eiginlega bara, og það svona aðeins farið að hugsa. Það var þarna myndin sem var fremst, það var verið að kynna vinningstölunni í Keldnalands hugmyndasamkeppninni og ég held einhvern veginn að við verðum að horfa á þessi tvö mál eiginlega í samhengi. Friðunina og hönnunina á þessu landi. Og þar kom einhvern svona fljótandi, einhvern keraldan út á miðjum og var bara fólk sög kveljum, hvað er ekki á náttúruminjaskrá þarna leirurnar og það fór eiginlega fyrir brjóstu á fólki og fór svona að ýta við fólki og líka þetta svæði, þetta er mikið notað til útivistar. Þess vegna fyrir mína part ég ánægð með að Gulanínan skuli vera komin upp að göngustígunum sem njóta hverra velferðina og svo líka að það getur verið horft til gróðursins í kringum Grafarlækinn í hönnunin á svæðinu. Þetta segir mér finnst þessi mál vera komin núna á hans stað að þetta sé eiginlega allt í saman pakkanum. Að ná að friða þetta svæði og að hanna Keldnalandið. Þannig að það rekist ekki svona einhvern veginn á. Ég held að maður samt að fara varlega að túlka svona bindingstillögu í samkeppni því að það eru bara svona hugmyndir sem að setja fram. Ég veit það. Algjörlega óskoðaðar í rauninni. Ég veit það, ég held að það fyrir brjóst okkur. Já. Bara þegar sá það. Nú er það þetta sem á að koma. Já. Þú veist, fólk svona einhvern veginn lesta það inn þar. En síðan, þetta er svo þegar kom kynningin síðast, þá kom fulltrúi frá Minjastofnun, var ekki með honum. Já. Og nú þetta Minjastofnun og Náttúrufræðistofnun, samkvæmt lögum eftir að fara í gegnum allt skipulagsferli og allar hugmyndir Keldnalandið og gera sínar athugasemdir. Hann sagði það reyndar á fundinum að mjög líklegt gerum við sem stofnun einhverjar tillögur einhvers konar friðun af eitthvað frá síldveiði, eitthvað með laxakistur og... Já, það inn á þessu svæði, sko. Já. Það í rauninni sérst smávegis þessi garður sko. Já. Það er eitthvað hér. Já, tangarnir. Með þörungum og einhverja... Þannig að þetta hefur allt saman lent inn á friðlýsingar, sko. Hvort er? Já, ég meina, við erum að tala að friðlýsingi sé allt Jú. Þannig að allt sem er hér, það myndi náttúrulega allt lenda innan friðlýsingar. Já. En svo náttúrulega fullt af minjum, eins og ég sá kynningu ráðherra. Það var eitthvað kort frá Minjastofnun og það auðvitað hellingur af minjum, þetta bæjarhóll og keldum. Og það náttúrulega bara ólöglegt að raska minjum án samráðs allavega við Minjastofnun. Þannig að ég held að það er náttúrulega bara annar pakki að vinna það allt saman, sko. Þannig að við hefðum getað verið búin að klára þessa friðlýsingu á Grafarvogi, sko. Já, en hvernig er hægt einhvern veginn að ýta því máli áfram? Sko, eins og segi, við sendum þessa niðurstöðu umhverfis- og skipulagsráðs til Umhverfisstofnunar bara að því að tillaga frá ráðuneytinu kom og það var fjallað hana og þetta var þá afgreiðslan á því og næsta skref myndi ætti að vera að við héldum áfram að vinna, sko, en náttúrulega
ef að Umhverfisstofnun með einhver tilmæli frá ráðuneytinu að gera eitthvað annað, þá málið bara stopp. Og þú meina það? Já, ég held að það. Ef að Umhverfisstofnun ætlar ekki að vinna áfram eins og þessar hugmyndir borgaranna eru málið, þá auðvitað málið bara stopp og ekki gerist. Já, ég get ekki séð annað, en mér finnst það þetta skrítin niðurstaða, við getum ekki talað okkur inn á eitthvað. Ég segi það. Kjartan, þú búin að biðja orðið. Já, ég held að sé bara mikilvægt að íbúaráðið tali skýrri röddu í þessu máli. Það voru, bara þá kom hingað, þá taldi ég að það væru 2 línur í málinu. Það verið hérna gula línan sem fylgir eiginlega flæðamálinu eða fjörubakkanum og svo rauða línan sem var til að ráðuneytisins. Nú skilst mér að þessi komin einhver 3. lína, svona einhver millilína, en hún hefur ekkert lögfræðilegt gildi. Hún hefur ekkert, sem sagt, við tókum þetta á fundi umhverfisskipulagsráðs 13. desember og þar voru skýra línur dregnar fram og það var alveg skýrt sem sagt að gula flæðamálslínan átti að gilda samkvæmt ráðinu. Ég skil það þannig. Já, og ég skil það þannig ennþá, sko, og ef það kom einhver ný lína, milli gulu línunar og rauðu línunar, þá væntanlega þarf að keyra það aftur í gegnum umhverfis- og skipulagsráð, sem er ekki búið að gera. En ég taldi síðan, sko, það var alveg augljóst bara því að þetta fór langur tími í þetta á þessu fundi fyrir jól. Og það var alveg augljóst að því að það er svo algengt í skipulagsmálum að ólíkir hagsmunir togast á. Og það var svo augljóst að bara umræðinni á fundinum að þeir hagsmunir sem togast á þessu máli voru þessi skipulagshagsmunir borgarinnar í Kjalarlandi, því að niðurstöður samkeppninnar voru í saman þegar var skoðað niðurstöðurnar að greinlega þessi ágætu arkitektar sem unnu keppnina, þeir höfðu ekki hugmynd hann einn friðlýsingsstaði fyrir dyrum. Það var ekki degilega gert ráð fyrir henni. Hins vegar það sem þeim var sagt að gera, það var að skipuleggja að stétta byggð eins og hægt væri. Og það hefur verið talað að þarna verið skipulag 7 til 15.000 manna byggð og það er alveg ljóst að það þarf að skipuleggja slíka byggð á þessu svæði, sem næstu því Akureyri, þá er bara þeir sem, ef maður skipuleggur svona byggð á þessu svæði, þá hefur maður ekki efna á að láta bara neitt fersentímetra verða eitthvað ónótaðan og hagsmunir sko betri samgangna. Þeir eru bara sagt að við sjálfur þeir sem vinna þar að hagsmunir þeirra er að treysta eins mikil verðmæti út úr landinu og hægt fyrir borgarlínuna og þá er alveg augljóst að það þarf að skipuleggja mjög þétt, sko. En ég myndi nú svona, ég held að ég myndi telja Grafarvogur telja almennt að það eigi að friða, sko, stærra svæðin minna, rauðlínuna, til mikilvægt að íbúaráðið tali skýri rödd í því máli. Málið er kannski stopp núna og ráðuneytið vill friðlýsa meira, borgin minna, en ráðuneytið mun sennilega ekki ganga gegn því sem borgin vill, eins og Þórólfur segir. Og þess vegna held ég verið mikilvægt að ráðið hér kæmi bara með bókun, þar sem var bara tekin til ráðuneytisins sem er rauðlínan. Ekki gula línan, flæðamálið. Þessi rauðalína er einmitt að sko hverfisverndarmörkin, sko. Ok, ég er að tala sem var hérna á vinnukortinu. Já. Og síðan er líka spurning, sko, bara myndi óskettir að til okkur að teki fyrir það, en hún skilaði sér kannski ekki alveg rétt í fundargerðina, af því að við sögðum, sko, við settum ekki sem sagt flytjendurna inn í tillöguna, við sögðum bara íbúasamtök, þetta var álíktunartillaga, íbúasamtök Grafarvogs. Og svo líka spurning bara að því að ráðherra ræddi hérna að hugsanlega væri sniðugt að halda íbúafundumálið og sem bara allir tóku vel í hér og þá var bara spurning hvað er það mál statt? Ef við ráðandi lýsti sér tilbúið til samstarfs, ef við ekki að bara taka því. Við erum þegar búin að beðja kynningu á Kjalarlands áformunum, við erum ekki fengið þá kynningu heldur, sko. Nei, einmitt og betri samgangur, en hvað heitir þetta, sem sagt, ég fekk að samþykkja í umhverfisskipulagsráði því að vísa til betri samgangna, en þeir svöruðu því bara ekki, þeir teltu ekki ástæðu til þess að svo störfu, eitthvað þannig. En svo bara, við máum bara hálfa mínútu, sem sagt, þetta byggingamagn sem er kynnt á Kjalarnasvæðinu og Kjartan fór yfir á þann, að þetta ger ólíkt í þeim þéttleika og þau byggingamagni sem er í nærliggjandi hverfum og
þeir íbúar sem hafa kynnt sér málið, þeir hafa af því verulegar áhyggjur. Þannig að þetta fjölþættar áhyggjur fólks varðandi þetta svæði allt, sko. Jafnt friðlýsingu sem og annað. Ég held einhvern veginn að sko, nú eigum við eftir að fara aftur á fundin með þeim sem að skipuleggja Keldnalandið og ætlar að vera í sambandi við þá og vera í sambandi við og þeir lofa mér því að þeir komi á næsta fund. Þeir komi til okkar en við ekki til þeirra? Já, þeir töluðum að koma til ykkar. Allt í lagi. Nei, þeir sem eru að skipuleggja og breytinga á bara skipulagi svæðisins, það eru bara þeir Já, frá skipulagssviði okkar. Já. Við áttum eftir seinni fundin. Við erum búin að hitta það einu sinni. Ég segi sko, eins og kemur hérna fram að þessi gula lína sem var á korti A, hún komin í umræðunni, eins og kemur fram hér, aðeins lengra upp úr flæðamálinu, en ekki auðvitað þessi trjálundir þarna ekki settir að innan núna í hugmyndunum. Þetta stendur svolítið á fellu með þessu langt upp í Keldnalandið á að fara. Og þess vegna ég segja að þetta svolítið svona samhangandi verkefni. Það búið í þessum plöggum og sem þú ert að segja núna að horfa svolítið til á Grafarlækinn. Og við erum ekki búin að sjá hvað minja og náttúruvernda aðilar vilja friða í þessu landi og ef að búið að vísa frá þessari tillögu ráðherra frá borginni þá hef ég einhvern veginn þá tilfinningu að það skiptir engu máli hvað við í íbúaráði segjum en við viljum láta okkar rödd heyrast í þessu máli og ég var búin að setja hérna niður á blað þannig að þú ert með það hjá þér og við getum kannski farið í gegnum það en mér finnst aðalmálið að það þurfa að komast einhvern veginn skriður á þetta friðunarmál frá 2019. Vildu þið setja það sem Já, og það verður þá bara að láta það heyrast ef að það einhver bara stoppelsi í umhverfisstofnun með að vinna málið. Nei, bara þegar þú ert búin. Já. Hérna. En við áttum til að nokkuð verið tekið fyrir. Jú, ég veit það. Sko við erum ekki mennilega með þetta annað fast í hendi en þetta frá 21. Þarna þegar tilstendur að friða á voginn innan við Gullubrú, fjörurnar, leirurnar, innst í voginum og allt upp að stíkumnum umhverfisvoginn sem myndi fara að venda. Þessi friðin hefur verið í ferli frá 2019 og því leggur íbúar áherslu á ljúka friðinu sem alltaf fyrst. Í tengslu við skipulagningu og uppbyggingu Keldnalandi vill íbúar að einnig til þess að venda Grafarlækinn. Á þessu svæði er viðkvæm óspillt náttúra og jafnframt vinsælt útvistasvæði. Það er náttúrulega minjar líka sem að skipta máli í þessu sambandi. Sko. Það verður náttúrulega opinberir aðilar sem lög og samkvæmt muni fara í það mál. Spurning hvort við eigum að nekja á því eitthvað því. Bæði sko, bæði náttúruminjar og sögulegar minjar. En það er alveg klárt, það er bara lagaskylda. Að það verður farið í það, skoða náttúruminjar og sögulega minjar. Já, ég meina þetta er alveg klárlega sko náttúruminjar og það eru menningarminjar af því það er alveg hellingur af, það er grafreitur og það er náttúrulega Tjarnabæri stóð þarna og það er hellingur af minjum sko, þannig að það verður auðvitað ekki tróplað við því allir saman og ég minna á að það er líka hægt að vernda með skipulagslögunum þó að það sé ekki sterkvernd, hverfisverndin, þó að við séum að tala um að fara að leggja til að friðlýsa Grafarvoginn, þá vorum við ekkert að gera þetta. Það eru allir, held ég, sammála að við ætlum að geta fara að hrófla við Grafarvoginn. Og það var, þannig að hann auðvitað, við vorum bara að leggja til, eða borgin var að leggja til að hækka statusin á honum, að hann fengi friðlýsingarstimpil af því að þetta er það mikilvægt fuglasvæði og þessar leirur þetta eru farfuglar við komum þarna og það er
allt árið rauninni fæðisvæði fyrir fugla, þannig að þetta er merkilegt svæði. Umhverfi grafarlagsins hefur kannski ekki þennan mikla status sem mikilvægt svæði, auðvitað í augum ykkar sem búa nálægt því, sko. En tillaga ráðuneytisins var að við erum að gera þetta fólkvang. Það fyrirbæri sem sé samkvæmt náttúruverndarlögum. Við sætum upp með allt samt, sko. Það er fólkvangur, jú. Og við fengjum þá umhverfisstofnun til þess að vera á öxlunum á okkur. En við varum að gera allt samt, borga allt og reka allt og gera allt. Þannig að friðlýsingin svona, fólkvangsfriðlýsingin er svona kannski veikasta friðlýsingin sko af þessu og í rauninni er svona sveitafélaga friðlýsing. Við þekkjum það að því við erum að borga í þessar fólkvangar sem við erum með, eins og Reykjanesfólkvang sem er heitur fólkvangur? Nei, það er Bláfellafólkvangur, það er Reykjanesfólkvangur og Rauðhólarnir eru reyndar fólkvangur. Já. Og en það er fólkvangur er friðlýsing af frumkvæði sveitafélaga eins og stendur í lögunum og rekstur fólkvanga er alfarið í höndum sveitafélags. Sveitafélagana er fleiri saman. Ég nefndi aðeins við Guðlaug hérna á fundinum síðast. Mér finnst svolítið sérstakt af því að ef að tillagan sem kemur frá honum eða ráðuneytinu hans er einhvern veginn að stöðva þetta ferli, að það hefði ekki komið fram, af því nú er hann í þessari stöðu sem umhverfisráðherra þegar ríkið afhendir betri bættum samgöngur Keldnalandið. Af hverju þetta hafði ekki komið bara strax upp á borð? Þessi hugmynd heldur kemur hún einhvern veginn úr ráðuneytinu á 11. stundu og er eiginlega að setja svolítið svona steina í götu þess kannski, eins og ég veit ekki hvort þú ert að meina það að það sé stoppelsi í að klára þetta mál frá 2019 af því að það er komið fram tillaga sem gengur lengra. Það er líklega að gera það því að við vorum búin að umhverfisstofnun var búin að auglýsa áform og fáið NATO-sendir og við vorum bara í samtali þegar þessi tillaga frá ráðuneytinu kemur að breyta mörkin. Já. Þannig að það komið svolítið bara flatt upp á, vil ég meina fólki í umhverfisstofnun sem var að vinna með okkur, sko. En auðvitað þau tilheyra þetta ríkis megin, sko. Mér hefði fundist tillagan frá ráðuneytinu bara eðlilegt með tillögur. Það er bara að koma jafnhliða því þegar þetta land er afhent. En ekki þegar búið er að vinna heilmikla vinnu. En það sem ég myndi út á kannski líka og sem að er þessi sviðmynd sem að er frá ráðherra að við höldum áfram grafa og klárum hann bara og hugsa svo grafarlækja staðið sérstaklega. Hann leggur til að horfa á þessum fólkvang. Það má alveg pæli því, það sniðugt, en ég held að það líki alltaf fyrir út af öllum þessum minjum og þetta er líka náttúru, þetta lækurinn er náttúruminjar og það er jökulruðningur sem kemur fram og þannig að þetta er, og mér síðist nú ekki annað heldur en á tillögum frá samkeppnistillögum, þá séð nú þetta allt sem á grænt svæði, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að það er einhver raunhætta á ferðum að eitthvað annað gerist. Grænsæði á byrja, við það nú ekki, sko. Ég finnst ekki alltaf að það er að bóta langt niður á Vogum. Það er náttúrulega þetta fyrirbæri sem er sýnt út í Vogi. Ég svo sem veit ekki hendur hvað það er. Þetta er svona bara einhver hringur sem er ekki gott átt að sjá hvað þýðir. Þetta er copy-paste frá Amagerstrand. Já, hvort þetta er einhver svona brúnlega bryggja eða eitthvað svona, en auðvitað er þetta samt bara þetta er samkeppnistillaga og það er bara verið að sýna að þarna sé einhver fókuspunktur fyrir eitthvað og það er ekkert víst að, ekki síst að við varum búin að friðlýsa þetta, sko, þá hefði þetta bara ekki komið til greina. Það hefði allavega þurft að fara í ferli ef ætti að fara að hrófla við ný friðlýstu svæði með einhvern mannvirki, en allavega. En það kom fram í kynningunni í Ráðhúsinu þegar var verið að kynna þessar tillögur allar og svo þessa vinningstillögu að þó að hún sé vinningstillagan í þessari samkeppni þá er hún ekki tekin 100% og framkvæmd. Heldur það má bara taka úr henni það sem að þykir henta
og jafnvel eitthvað úr öðrum tillögum sem geti verið skemmtilegt að taka inn. Þannig en við erum einhvern veginn kannski, það er ég bara að meina við, bara svona almenningur, einhvern veginn á því ef einhver vinningstillaga vinnur, þá verður hún bara, raungerist hún 100%. Það samt alltaf, sko, það sýndir einhverjir 3 ásar. Útkroppar svona, það hægt að snúa svona og færa eitthvað til, og heildarmyndin breytist ekki, sko. En hérna, við mörg garðyrkjumegin höfum miklar áhyggjur af svæði sem að Jóhann Pálsson hafði þarna, Kálfamói svo kallar, og mér sýndist allavega að það væri svona gengið aðeins freklega ofur nálægt honum og er aðeins inn í það, sko. Þannig að við erum allavega á vaktinni þar, sko, garðyrkju skógræktarfólkið og ég skil þá sem eru að vinna í skipulaginu að þeir munu hlusta á okkur, sko, og ýta þessu til. Þannig ég gerir ráð fyrir að þegar þeir koma til ykkar og þeir eru með einhver áhyggjur að það verði rétt að taka til flestara, Er það svæðið suðaustan við Keldur, þá upp á Grafar? Já, það er þegar maður keyrir heim að Keldum, að rannsóknarstöðinni, þá er þetta svona til hægri, svæðið til hægri. Svo ef maður keyrir inni, síðan er svona skógalindur, það tilheyrir nú bara held í Keldum. Sjómörkin ætti að koma. Og ég kannski veit sér að hann ætti bara að halda sér. Jú, ég held að ég koma þarna. Og megnið af Kálfamóan. Já, ok, og megnið af Kálfamónu nema hvað að svona á einhverjum kanti þá sýndist mér að vinningstillagan gerir ráð fyrir að fara aðeins og gróft eða aðeins og nálægt eða örlítið inn á meira sem. En ég veit ekki Kjartan, þú fyrir þína tillögu þig hérna. Ég held að það sé óraunhæft að ætla íbúaráði að fara að standa bak við þessar tillögur sem búið að hafna hjá borginni og eins og ég að segja hérna á fundum og þú heyrðir á Guðlaug líka en ég ekkert að segja sem hann heyrði ekki. Og mér finnst sko svo tillög að koma einhvern veginn á svo undarlegum tíma í ferlinu í staðan fyrir að mér hefur fundist að það er þá frekar að leggjast á árarnar með stofnuninni að klára þetta. Skilur hvað ég er að pæla? Ég held að það hefði komið rétt í tíma. Við komum þetta inn bara mjög fljótlega eftir áramót eftir að það komið einhver skilursaði. Nei, ég er að meina sko, með leið og að landið er afhent. Já. Þetta hefði þurft til að koma þá að það væri, hann hefði mig svona miklar áhyggjur á því að yrði freklega gengið á einhver svæði í Keldnalandinu. Og ég kannski bæta við einu hérna sem Kjartan var að nefna að í rauninni liggur engin lína fyrir. Það var bara vinnukort, vinnukortið og síðan voru þá tillögur að ganga eitthvað lengra en það er ekki búið að draga þessa línu. Ég nefndi að það væri hugmyndum að það geti verið upp á stíga eitthvað svona, en það er náttúrulega klárlega verið þessi, ef við fáum að halda áfram í þessu samstarfshópi að málinu, þá verður þessi lína náttúrulega bara dregin og síðan verður þetta bara kynnt aftur. Og þetta náttúrulega þarf endanlega samþykki hjá borginni, fyrst hjá ráðinu og skipulags og síðan sem náttúruverndarnefnd borgarinnar og skipulagsnefnd og síðan náttúrulega gegnum þá borgarráð og þann feril og síðan náttúrulega endar þetta á að vera auglýsingar á þeirra og undirskrifað og svo videre. Þannig að þessi lína liggur bara, hún auðvitað liggur ekki fyrir en hún verður auðvitað dragan og svo verður hún kynnt. Enginn. Já, ég ætla bara að biðjast afsökunar að hafa verið svona seitt. Þetta að sinna verkefni og svo er umferðin ekki sérstaklega ægileg að reyna að flýta sér gegnum hana og vont að missa af kynningunni þinni og takk fyrir hana samt. Mér langaði aðeins að mér finnst eins og píkulítið eins og að umhverfis og skipulagssvið sé að nú sinnir það, hefur það verið að sinna þessari samkeppni, ekki rétt? Það er á vegum sviðsins. Sko ég kannski ekki mikið talað þessu samkeppni nema að ég hef komið að lauslega og held ég að koma að græningmólanum aðeins sko en það er auðvitað samstarf við borgina sjálfsögðu sko. Já, það sem ég hef skrítið. Já. Það er eins og að hægri höndin sé ekki að tala, veit ekki hvað vinstri hendin er að gera þegar
þegar við fáum þessa tillögu, þegar það er eins og forsendur sko, fyrir tillöguðan sé ekki alveg skýrar. Að það sé verið að teikna svona út í fjörðinn. Sko. Að það er eins og að hefði átt að vera eðlilega hefði átt forsendunar að vera þannig að það ætti ekki að gera neitt sem raskari gæti... Þú ert alveg samfélagstillögum. Já. Já. Það skrítið að skilja að fá þessa tillögu, bara að segja það. Það er eitthvað skilja sem að gera þetta. Já, ég meina, en ef forsendunar hefði verið skýrar, þá hefði það aldrei komið til að maður fara að byggja eitthvað út í fjörðin, sem er svona bara einkennandi. Er það rétt skilja hjá mér að það er sem sagt, sko nú eru 2 tillögur komnar fram, önnur er stopp hjá Umhverfisstofnun og hinn stoppaði hjá Reykjavíkurborg, hjá ráðuneytinu, að þessi þá 3. tillagan sem er að ganga aðeins lengra í friðlýsingunni. Sko, og þá er þessi spurningin, ef það er til 3. tillagan, hún þá að fara í formlegt ferli hjá Reykjavík að leggja hana til í stað þeirra fyrri tillöguna sem var síðan 2019. Sko, þetta er samstarfshópur milli Umhverfisstofnunar og Reykjavíkurborgar þessa friðlýsingu og það er bara rætt allt saman og það var sendt út bréf áform eins og við nefndi og þá var þessi lína dregin svona bara, en það er auðvitað ekki búið að negla neitt sko og síðan þannig að við erum bara í miðju ferli sko, þannig að það er ekkert að tala þessi tillaga eða hinn tillagan, en það er auðvitað koma einhver sjónarmið og nú komum við inn sjónarmið að við ættum kannski að draga línu örlítið hærra upp á land heldur en við héldum við værum bara að gera. Við héldum við værum bara í góðum málum að draga hana bara vel upp fyrir fjöruborð. Það væri í rauninni mikilvægasta svæði, en kannski er sniðugt að hafa buffer og fara svolítið lengra. En það er í rauninni ekki búið að draga þessa línu, þannig að það er ekki hægt að stilla þess upp að séu sko þessi hinn tillagan sem að séu að fara áfram með að stoppa eða eitthvað svona. Þetta er bara ferli sem er ferlið stopp. Já, takk. Já, það er þetta margt í þessu, en svona þegar á heildinni litið held ég að tógist á hagsmunir þeirra sem vilja friða samfélag mikið, sko, eins og ráðuneytið leggur til og hins vegar sko þetta sem var samt í umhverfis- og skipulagsráði fyrir jól sem mér hefur alltaf myndist helgast af þeim samtökum að það eigi að byggja eins mikið á svæðinu og hægt er af því að bara opinbert fyrirtæki þarf að fá sem mestan peninga út úr þessu. Þess vegna held ég held að væri mikilvægt að við tölum skýri röddi í þessu máli. Það eru rauninni 2 skoðanir sem liggja fyrir 2 línur og 3. línan kannski á leiðinni. Ég held að sé ekkert að því að ráðið samþykki tillöguna sem við lögum fram á síðasta fundi, takina bara fyrir núna, óskandi það sé gert. Því þá er það, við vitum að við ráðið ekki alveg, en við erum þá búin að tala sko mjög skýrt fyrir því að við viljum friða meira en minna og við erum í sjálfu sér ekki að taka ráðin af neinum, umhverfis- og skipulagsráð bara ákvörð endanum við, þá er samt svona skýr vilji að við viljum friða meira en minna og þessi tillaga hér sko, tillaga sem við lögum á síðasta fundi og hún gengur tvímælalaust lengra heldur en sú tillaga sem er núna lögð fyrir og þess vegna óskar eftir að hún verði tekin Getur ekki vatnað í sparturinn? Tillögunni sem þú varst með? Nei, sem að Kjartan er að vísi Já. Sem að komið á síðasta fund. Já, og svo eitt yfirbót að vera að segja að við getum kannski ekki verið ósammála sko því ráðið hjá borgin sem ræður þessu að ég er líka ósammála því það eru bara einhverja mörg dæmi og til þess voru íbúðaráðin stofnuð, hverfisáðan fyrstu íbúðaráðin, þau voru stofnuð til þess að þar getur kannski íbúðar talað úr hverfunum sko beint til borgarkerfisins og það hefur auðvitað oft komið fyrir að íbúðaráðin er ekki algjörlega sammála viðkomandi ráðið hjá borginni. Við samþykktum hérna fyrir ári áskorun var þetta íþróttamál hjá Fjölni og það var bara myndarlega ákveðna framkvæmd þar sem sagt, menningar, íþrótt og tómstundir á sko, hafnaði síðan og fleiri var þetta í dómnefndinni og þetta í Kjarnalandi, þar voru við á einni skoðun og borgarráð á annarri en það var enginn sem gammaði okkur fyrir það þannig að okkur var fullkomlega heimilt á annarri skoðun en borgarráð sem réði sá endanum. Ég finnst bara að laga að þú komið eitthvað sem að halda að ná í gegn. Þú veist að hafa ykkur áhrif. Ég held að ljóta af áhrif ef við samþykkjum þessa
þessa hérna rauðu línu sem ráðandi leggur til, það er svona ákveðin nokkuð skýr tillaga. Það er ekki þar með sagt að það verði farið eftir á endanum. En viltu segja mér, sko, ef þessi rauða lína sem ráðuneyti leggur til, þá nær hún út fyrir þær pælingar sem Ingimar er að tala sem þriðju leiðina. Hverju munar þar? Sko, við erum ekki búin að draga þessa línu, sko. Nei, en svona sem búið að vera að ræða, fara upp á göngustíg. Þetta er einu bara hérna tillagan sem að, já, hérna hjá... Með grafalæk. Jú. Eitthvað grafalæk, nei við vorum aldrei sammála, eða aldrei... Ekki sammála, sko, en... Það ættum að fara upp eftir grafalæk, heldur... Nei, upp með þeim, kannski ekki alla leið, sko, ekki upp á heiði. Sko, þessu heildin, það er í rauninni súkkulagsvæðið með grafið. Leið að við erum að tala eitthvað annað, þá erum við... Ég finnst í rauninni það sem að, hérna, væri... Þetta hugsa, sko, það er einhver svona buffer utan það sem við erum að fara að friðlýsa. Bufferinn er, en síðan ef við erum að fara að tala umhverju grafalægs, þá er það bara rannsaka, eða sko skoða það bara miklu betur. Hvað væri ástæða til þess að hafa þar, hvaða svæði það sem að, ef það ætti mögulega að fá einhvers konar friðlýsingu. Það er rauninni eftir að fara í gegnum bara úttekt á því svæði almennilega og slíkt. En ef ég skoða þessa tillögu sem við núna komin yfir, sem komum við síðast, þá get ég ekki fallist á það að við erum að fara að tala einhverja friðlýsingu á einhverjum trjám sem voru plöntuð og sett hérna niður fyrir einhverjum 20 árum síðan. Þetta er ekki orðið svona friðun og trjám sem aldurs. Síðan er þarna verið að tala göngustígum eins og var verið að hérna áðan sem njóta hverjar verndar. Það þarf ekkert að taka fram að Náttúrufræðistofnun og Minjastofnun hafa samkvæmt lögum aðkomu að skipulagi svona svæðis, það þarf ekki að ræða það. Grafalækur er náttúrulega einn af fáum lækjum. Já, þetta setti ég þau í okkar tillögu en þessi ég komið á hann. Og höfuðborgarsvæðinu sem að er skoðun. Já, hann er ósnortinn, leið lækjarins er að stórum hluta ósnortinn. Hann er ekki verið grafin upp, hann er ekki verið ferður og það er ótrúlega fá ræsi og brýr og slíkt yfir hann. Flestir aðrir lækir á höfuðborgarsvæðinu hafa verið þeim hefur umturnað, sko. Þannig að hann er verðmætur sem slíkur ef að menn vilja hafa náttúrulega leið. Algjörlega, sko. Því miður erum að fá mengunarskot í hann, sem að tekst ekki að finna, sko. Það góðum að hann, já. Það er neðst. Það er bara leiðinni, sko. Það er við Laxalón og einhvers staðar þar líka. Var ekki bara eitthvað bróða núna helgina sem sagt hana? Jú, hvort ekki. En það er að koma reglulega, sko. Það er einhverjir stútar sem að koma úr hálsakverfinu. Við heldum nú einu sinni að það væri afleiðingar af starfsemi sem var í Smálöndunum gömlu og það væri einhver menga jarðvegur sem væri að flæða, sko. Við skoðum þetta henni í samtökunum fyrir mörgum árum. Heilbrigðiseftirlitið fer hérna reglulega þegar koma tilkynningar og reynir að spotta þetta, sko, og með þá veitum, sko. Og það hefur bara ekki tekist að finna. Það er einhvers staðar rangar tengingar eða eitthvað, sko, þannig að það er verið að hella niður í niðurföll sem að leiða til leikum. Þetta er þessi sem komur ráðandi í þessu. Þess vegna er ég veit að því það kom fram í þessu sem ég varpaði upp áðan að við viljum horfa til þess að vernda grafalæki. Það finnst mér líka að koma fram þarna og það er það sem maður getur svo vel, sko, sett fram. Annað sem er hérna með þessi trjálundi, mér finnst það einhvern veginn svo sérstakt að fara að friða þá. Þetta er náttúrulega mjög gamli trjálundur sem við finnum bara. Þetta var sumarhús frá okkur náttúrulega. Það er ekki talað trjálæki sem settur þarna fyrir neðan Funaborg. Jú, þetta var sumarhús frá okkur sem ég man ekki náttúrulega. Já, þetta var hérna... Þetta er frá meiri síðustu öld eða fyrr, sko. Já, það er auðvitað við botni grafalegs, grafhús, það er auðvitað líka sögumbustaðalag. Já, Brekka. Brekka á Nóholti. Og síðan þessi fyrir neðan Funaborg, þar var líka bústaður sem það voru hérna systkini sem að... Já, ég er ekki með nöfnin í kollinu, sko. Er það ekki enga... Það var ekki enga, þau voru með leyfi frá Gufunesbæ, Þorgeiri, og þegar áreindi þá áttu þetta ekki beint, sko. Þetta var ekki svona bara afnótaðaleyfi, sko, en þetta er algjörlega borgarinnar, sko, til lundur og það er búið að setja þarna núna útikennslustofu frá leikskólanum og
Það er smá skrítið að fara að friðlýsa svoleiðisvæði eins og mér sko. Ingimar. Já, ég held að með við umræðina hérna þá held ég við séum öll sammála um það í íbúðarráðinu að það beri að frekar að auka friðlýsingu heldur en að hafa út í minni. Við langaði svona bara til að hafa alla forsendur á hreinu. Langaði mig að spyrja Þórólf hérna varðandi skilgreining á fólkvangi og þeirra friðlýsingar sem að Reykjavíkurborg lagði fram. Hver er munurinn á þessum tveimur tegundum friðlýsingar? Ég meina að þú talar um að fólkvangur væri hugsanlega meira bindandi en væri samt ekki eins verndandi? Já, sko, það er náttúrulega hægt að fletta upp þessu lagatexta fólkvang, sko, þetta er allt saman samkvæmt náttúruverndarlögum. Og það eru nokkrir flokkar af svæðum og það sem við vorum að tala um fyrir Graf og það heitir friðland. Það var það sem var notað fyrir eyjarnar sem vorum að friðlýsa og líka Blikastakur og það er friðland. Og það er svona hugmyndin það sé að vera að vernda líffræðilega fjölbreytni. Það er oft fuglasvæði eða það er gróðursvæði eitthvað slíkt. Fólkvangur, friðlýsing sem fólkvangur, það er til útivistar. Það geti alveg verið merkileg náttúra og langa oftast auðvitað. En svona útivistarvinkillinn er líka mjög mikilvægur. Og eins og það stendur einhvern veginn svona sirk í lögunum að þetta sé að frumkvæði friðlýsinga frumkvæði sveitarfélags og vísaði til útivistar og náttúru gildis og eitthvað svona. Svolítið almennt orðað samt sko. Þannig að þegar við erum að friðlýsa friðland þá er alveg klart við erum að vernda fyrir þessa fugla eða fyrir þennan gróður sem er fyrir einhver merkilega eða svona tiltölulega sjaldgæfur kannski eða stendur undir kannski mjög mikið af fuglalífinu og eitthvað svona. En ekki útivistar. Það er kannski, mér segja að friðland getur verið þannig að það er bara, fólki bara ekkert heimilt að vera það. Það er verið að friðlýsa á allt öðrum forsendum. En fólkvangur er svona meira fólkvangur. Og síðan stendur þetta líka á öðrum stað í lögunum að rekstur fólkvanga sé alfarið að höndum sveitarfélags. En samt erum við með sko umhverfisstofnun á Öxlinni sko, þannig að þeir eru að fylgjast með og gera úttektir og setja þessum svæði á rauðan lista eða þóknast svo. Það var gert þetta til dæmis saman við Reykjavík. Umhverfisstofnun er ekkert að skipta fyrir annarri friðlýsingu? Jú, öllum friðlýsingum. Öllum friðlýsingum, algjörlega sko. Þannig að og það er gerð síðan sko þóknast verndaráætlun. Stjórnun og verndaráætlun fyrir hvert svæði stefna því allavega. Er skuldbindingin eitthvað mismunandi? Ég meina, er þetta bara til eilíðar? Já, ekki. Það er ekki þetta að ferða til allt saman er þetta til eilíðar nema eitthvað sé, auðvitað er sko allt mannanna verk sko, en það stendur til dæmis ekki í lögunum hvernig við getum komist út úr Reykjanesfólkvangi og við ætlum að gera það, fólkinu altså. En þannig að það er bara sagt hvernig hægt að stofna til en ekki hvernig hægt að ganga úr. Finnst þið hvernig fólkvangur vera í svona, hvað ég að segja, stærra svæði? Jú, þetta er oft stór svæði sko, og það er þá verið að vernda svona einhverja heild og þetta er oft sko nágrenni þéttbýli sko. Það er kannski líka munur. Þetta er útivistarsvæði sem almenningur er mikið að nota. En Kópavogur ekki líka sem að fara út úr þessum Reykjavík? Jú, allir nema þeir sem eiga land. Við eigum náttúrulega ekki land í Reykjanesfólkum. Hvernig ósköpunum stóð það að því að Reykjavík fór inn í þetta? Já, ég myndi að hafa með þess að frumkvæði síðan tíma. Já. Það er aðeins lengri saga. Það er lengri saga. Það er alveg að náttúrulega borgarbúar myndu nota þetta, var ekki? Jú, sko stóra hugmyndi var að þetta væri eitt risasvæði sem næði alveg frá Elliðavatni og Skrísuvík og Hljár. Þannig að þá hefur Reykjavík sko verið með kannski Heiðmörkinnísu og svo frávið sko. Þannig að það var stóra hugmyndi. Svo þegar að fara að vinna með hana þá brotnaði þetta fyrst upp í að var til Bláfellafólkvangur sem var stofnað undan og en átti samt að vera hluta stóri heildin sko. Og síðan voru svo mikið af hagsmunum að þetta bara minnkaði og varð því sem það varð. Þannig að en Reykjavík hafði samt frumkvæðið að þessu. Sko, ég veit ekki hvort það er þinni könnu en við höfum stundur rætt hér og íbúðsamtökin að rætt og fleiri
að það er merkingar á náttúrulegum minjum og slíkum stöðum í Reykjavík mjög takmörkuð og það verður bara viðurkennt að borgin stendur sér afar illa í slíku. Það á þínu borði eitthvað leyti? Það gæti alveg verið það sko. Þetta hefur svona skilti hafa komið, þetta skilti náttúrulega oft. Skilti og merkingar, já. Og það nú nokkur hérna. Bara við höfum stundum labbað gönguhópurinn minn, Elliðaárdalinn og fleira og það var mikil byggð í Elliðaárdalnum, alls konar kofar og reysi og það þekkt fólk í þjóðlífinu sem að bjó á ákveðnum stöðum og þeim ekki svo sýndur og náttúruminjar hraun sem allir hægt að sjá menjar Landnámshraun í Elliðaárdal ekki merkt og upp á Vatnsveitur og Reykjavík það hægt að finna stengan. Þú veist, ég að segja að það bara til Akureyri. Já. Það samt á nokkur stöðum. Og hér sett skilti í Hólmanum fyrir einhverjum árum. Það á nokkur stöðum fuglaskilti og þetta í Gráinum líka með. Já, það vissulega eitthvað sko. Og það var merkt landamerkin sem rétt hjá Kirkjugarðinum. Já. Þannig að það vissulega nokkur sko, samt maður að passa þetta eitthvað að vera ekki svona, þetta svolítið næs líka sko, að vera með ómikið af þessu. En það þetta mjög gaman ef maður að fara og það eitthvað sem það merkt sko. En allavega, ég held að við getum alveg gert betur sko, ég tek alveg undir það. Við skorum að við gera betur. Heyrðu, nú komnar tillögurnar þarna báðar, ég veit ekki hvað við getum verið að halda þér lengur Þið náttúrulega á fundinu, nú þetta eiginlega bara okkar að boða þetta í framhaldinu. Ég sé bara kæra til. Takk fyrir. Það til hans á lögsum að síðast að ég sé svona afdráttarlausari og gengur lengur á skýrari línur rauninni með þessu og ég verð að segja með eina tillöguna þó hún sé alveg góð sko þá finnst mér svona mér finnst svolítið sem að skrifa með það í huga að draga tennurnar úr tillögunni sem var lögð fram á síðasta fundi en ekki slæmt, það er bara góð tillaga sko en ég myndi telja að neðri tillaga þarna sé afdráttarlausari og gangi lengra. Sko þá ég velta fyrir mér að því nú höfum við svo lítið tíma að taka allir þessar spöngin og allt þetta ef að við mættum liggja yfir þessu sko, ég hugsa með mér ef við sjáum hvað stendur út af það trén sem stendur út af það að þarna komið inn eitthvað með opinberu stofnanir ég sé þetta svo ókýrskilt Ég má ekki bara fyrir stækka þetta og zooma það sín. Já, það bara þá kannski nægi ekki báðum. Já, ég skil það. Þú veist, ég get alveg stækka þetta. En sko bara, svo ég segi það, þá Haraldur sem að ætla að koma hér með Hrafnkeli Roppi. Þá segir hann hér, við myndum koma í byrjun júní og ég semst búin að boða hann á fundum 3. júní. Já, út að kenna til honum. Já, þá mótum verklýsingar skipulagsbreytingar komið lengur á veg, það er markmið áherslur og þá væri gott að það veri áður en að fyrir opinber kynningaferli. Þannig að ég er búin að festa hann með þetta 3. júní. Já. Sko báðum til honum talað Grafarlækinn. Það verið að tala upp að göngustíg í báðum. Já og svo í annarri tillögunni stendurinni bara stiga tillögu umhverfisráðuneytisins sem gengur. Já bara því mér finnst hinn liggur inn í kerfinu. Hinn eldri og upprunalegri. Þessi frá 21 sko. Það eins og þá sé verið. Það eiginlega bara það sem ég að hugsa sko. Já. Þessi 2019. Já. Mér finnst svo en bara ég myndi óska eftir þessi friður. Já, en ég myndi bara óska eftir að tillagan sem lögum að síðasta fundir bara borin upp að því, ég held að hún sé mjög afdráttarlaus og ef það leggur ykkur vafi þá fara með bara tillögur ráðuneytisins og sem bara líka mjög afdráttarlaus. En það eitthvað flæki eins og hann var svolítið að tala flækja þessa tillögu að vera með Grafarlækinn og það allt svæðið? Að einblína bara á Vogi? Það líka sjónum. Já. Ég veit að við erum að fá, mér finnst þetta að tengja svolítið í kjarna. Mér finnst þetta.
Hér Þannig ég veist alltaf að við býðum með þetta einn fund í viðbót, ég veit að Kjartan er búin að býða með þetta áður, en sko ég myndi að ég held að sé allir saman við viljum launafriðun og við þurfum bara að lenda þessu en ég myndi væri til í að fá þetta á næsta fund og aðeins að leggjast yfir það. Það er líka spurningum þetta lokk sem kannski komið aðeins í þessari umræðu. Sem ég vil frekar að reyna að ná árangur frekar heldur að við séum að við séum að einhverju lokki. Mér svolítið bara, sem hreint út, mér svolítið bara, að því mér þetta verið skýrt sko, svolítið bara þegar embættismenn koma, reyna að þæfa málið, reyna að samfokkur þetta sé ekki hægt sko, eða þetta sé erfitt. En ég held að þetta sé ekkert erfitt, en auðvitað bara, er ekki bara í ljósi góð samstarfsins áðinu. Varum við alveg til að prestur sett fundi viðbót. Það var svo fínt að þú sendur okkur þetta skjal með báðum á. Já, svo gera það. Það svona pínu áhugavert að Grafarlækurinn að mínu viti eini lækurinn sem er nokkuð ósnertur. Úlfarsáin ósnert á köflum en þegar þú kemur upp fyrir sko, Úlfarsárdalinn, þá hún ósnertur alveg upp til Hafravatn. Þannig að ég labbaði með henni alla leið. En ég að segja að fyrir svona útgerðarfólk alveg áhugavert að horfa til þess að Grafarlækurinn til þess að gera óspilltur. Það er ekki margar breiður ræsur, það er ekki búið að spilla honum mikið, þannig að í grómdráttum hann eins og hann bara búin að vera í árhundruð. Sko. Mér finnst alveg eðlilegt að við sem leggjum áherslu Grafarlækinn á fundinum eftir viku, þar með getum við tengt hann þá inn í umræðuna og áhrifum. Júní, sagði júli. Það sagði eftir viku. Já, ok. Það er bara annar fundur líka. Þú bara vikunum fyrir. Nei, ég skil ekki eitthvað sem byrjið 2019 og sé ekki búið 2024. Ég bara botni ekki í það. Mjög skrítið. Já, það er kannski ekki allir svona neitt létt og virkir. En, númer 2. Það er þarna bréfið sem kom frá mannréttinda og lýðræðisskrifstofunum aðkomu íbúar á fjárfestingu og viðhaldsáætlun. Ég mætti á fundin, þú varst á fundinum í fjár, Anna satt út á fundinum. Ég kom bara ekki til við, nei. Ég hafði bara ekki tök á því. Nei, sko. Ég rendi yfir fyrstu blaðsíðu þegar ég ekki búin að skoða þetta tilhlýðilega. Þetta var svona þessi klassíski fundur var farið yfir svona helstu sviðin í þessum verkefnu hjá borginni og skjölum sem við fengum svona glærukynningar þegar hann sé þar og það kom fram, ég spurði það á fundinum hvar maður getur fengið að vita hvar fyrri verkefni sem við höfum verið að senda inn. Við sendum inn fyrir áriðmuniði, það var hringtorgið hér, það var auka öryggi við bryggjuna í bryggjukörfinu og það voru lýsingar í útigöngunum. Og maður fær aldrei að vita hvert statt. Og það kom fram á fundum, maður var með hann að fundun á Úli Hertuvik, að sumt í forgangi og það fer fyrst og ég veit ekki hvort okkar verkefni í forgangi eða ekki. Og við fylgdum út þarna muniði skjali allt út frá jafnréttissjónarmiði og við gerðum frá þetta eins bara alltaf að vera og þegar þetta ráð kom saman þá var í gögnunum okkar langur listi af viðhaldsverkefni hér í Grafarvogi í skólahúsnæði meðal annars. Það voru lekirgluggar og það var hljóðvist og það og maður heldur ekki almennilega hvað sá langi listi staddur. Og þegar ég spurði þá var mér sagt að það var að senda hróðum nýju póst sem ég búin að gera. Af því mér finnst einhvern veginn ekki hægt bara að bæta á einhvern lista sem svona eins og bara eitthvað svona púff og ósýnilegur. Og í þessum pósti sem ég sendi til hennar þá skrifaði ég þetta á fundinum í gær, ég gerði frestaðinn eftir. Fjárfestingar og viðhald nefndi Óli Hertuvik nafnið sitt þegar spurt var hvar hægt væri að fá upplýsingar um stöðu þeirra mála sem áður hafa verið send inn. Því sendi ég þér þennan póst því mér finnst nauðsynlegt að vita hvernig okkar hugmyndir eða áherslur hafa raðast í forgangsröðina. Ég síðan með nokkuð langan lista yfir minniháttar viðhaldsverkefni í skólum og leikskólum pluss lóðum en veit ekki hvar þau verk eru stödd, hvernig þau raðast
eða hvort þau eru komin í útboð. Þetta er listi sem kom frá ykkur fyrir ári síðan. Mér finnst ekki rétt að það kom fram líka á fundinum ef við núna höfum einhver verkefni sem okkur finnst brýnt að fara í, viðhaldsverkefni, eitthvað annað og ekki er búið að telja upp að gera, þá getum við komið með þessi verkefni, en þá verðum við að finna einhver önnur verkefni inn í sama flokk sem við leggjum til að verði hægt við. Svo ég spurði, ertu þá að meina í Grafarvogi? Nei, í sömu kategóríu, þið vitið, skólahúsnæði, leikskólar eitthvað. Og ég segi, ekki getum við í Grafarvogi fara að benda á eitthvað í vestri bæ og segja, það þarf ekkert að gera þetta, það þarf bara að gera eitthvað hjá okkur. Þannig minnst þetta skrítið. Og þess vegna spyr ég, mér finnst ekki rétt að bæta nú verkefnum á þennan lista án þess að vita hvað verður af þeim sem áður hafa verið sendið inn. Og ég get alls ekki farið og óska eftir nýju verkefnum á móti tekið út önnur í sama flokki hugsanlega í öðrum hverfum, eins og Óli lagði áherslu á að við yrðum að gera það. Og svo tala ég bara að næstu fundur ráðsins í dag. Er þetta ekki sama og ykkur mást koma fram á þessum fundi? Það kom ekkert. Ég tjáði mér nú ekkert á þessum fundi, fylgist bara með og svona hugsaði aðeins. Þú hugsaði þitt? Það veit ég, þú veist, það eins og sko það sem að við ályktuðum vorum með stuðningsyfirlýsingu gagnvart þessum hugmyndum Fjölnis og færa aðalleikvanginn. Og mér var strax hugsun þá tillögu að því og ég held að hvað er að gefa frestur? Hann er bara núna í lok þessara vikunni. Hann er 31. Við erum búin að fá heimild til þess og við höfum af því að þetta er meira að segja það fara ekki með eina forgangsrá við ekki komin en ég hélt kannski hún hefur verið búin að svara þér. Hún er ekki búin að svara þér. Sko við höfum bara reynt að bóka inn í fundargerðina þá að formannu sé falið í samráði við ráðið að ganga frá þessari forgangsröðun. Þannig að það sé hægt að vinna það á milli fundana vegna þess að við getum ekki, og það er ekki hægt að leggja það á ykkur. Að einhvern veginn vera ekki með upplýsingar hvað áttu að gera síðast, hvernig staðan er. Þannig að ég held einhvern veginn að því þú varst að beða mig netfangi hjá henni. Sendu henni strax. Og held ég hún væri búin að svara þessu, en við höfum og síðast var það þannig að það var bókað í fundargerð að þér væri falið að gera þetta. Jú, við gerðum það svoleiðis í fyrra árið. Já, þannig að við gætum mögulega að setja bara inn í fundargerðina á sama hátt og við gætum þá bara strax á morgun að víta á þessar upplýsingar frá þessari prófnýju. Þetta er prófnýju. Hún er svo nýkomin, tók við þeim sem hafi verið með þetta verkefni á dagskrá. En af því ég var þarna á þessum fundi líka, mér fannst allir vera tilbúnir já, sendu bara post og svo. Það bara kom ekki svör, sko. Það er svolítið erfitt. En að því þetta er heilmikil svona, hvað ég var að segja, svona mikið útfyllingarskjal og allt þetta sem við fengum með gögnunum, það er glærukynningin og svo útfyllingarskjali. Þá held ég að væri bara gott, ég skal bara senda á hana strax á morgun og skefti ekki að fá þetta skjal og fá það. Sjáum hvað okkar verkefni eru, sko. Og þá er hægt að senda bara ykkar á milli þannig að þið séu ekki að eyða á langum tíma í það að vera að búa til eitthvað sem að lendir svo bara inn í ykkur svart. Já, og þurfum að finna eitthvað annað af öllu heila gilja í. Ég bara tek ekki þátt í því. En sko, það sem ég náði að skrifa niður á fundinum, þar sem kemur snýra grái, það kom fram að klára Gufunesveg og hjólastíg fyrir nesið. Við vorum búin að tala það hér, að tengja, það vantaði tengingarna. Og það kom líka fram að byrja að huga nýri Hverfabækistöð, austur, og horft til svæðis nálægt Bauhaus.
Og svo var líka nefndan líka það einhverju veg- og stígaframkvæmdir í tengslum við stækkun og bryggjukverfi og uppbyggingun í Ártúnsholti. Það fyrir svolítið peningur það. Og svo kom fram að borgin er búin að eyrnamerkja fé til byggingar og hjúkrunarrými og lóðir þarna á Mosavegi sem að tilheyrði áður Borgholtsskóla. Þá stendur upp á ríki að koma í síðan móti, sagði hann. Og síðan væri borgin búin að eyrnamerkja ákveðið fé til undirbúnings Sundabrautar. Þetta eru þeir punktar sem ég náði í kynningunni að tilheyrðu okkur. Þannig að já, ég bara hlakka mikið til að vita hvað þessi kona segir en eins og ég segi, það er ekki í höfðinu á mér sem hrópar á eitthvað verkefni, þetta verkefni verður að komast í forgang og ég verð það bara við að finna eitthvað annað sem að mætti hætta við í sama flokki. Þetta veist ekki þannig. Nei. Myndust þið á þetta bryggjuna í Bryggjukverfi? Jú, ég nefnilega myndist á það, gott að segja það. Ég er búin að tala um Bjarna í framhaldi af því. Ég segi svona hérna með að mér finnst það svona forgangsmál að auka öryggið á bryggjunni. Það sé bara pollarnir, en þið veitir ekkert hérna á milli. Ég er búin að tala um þetta í 10 ára. Þá segir hann, nú bara segir því að ég segi alveg rétt, að þetta bryggjulandið, sem allt bryggjukverfi stendur á, sé einkaland, borgin eigi það ekki. Björgun hafi sem sagt farið í þetta fyrir, ekki komið 20-30 ár síðan að byrja að vara fergja landið og það var síðan selt bara einkaaðila, en eftir sem bryggjukverfi stækki, sagði hann, þá er borgin að koma meira og meira inn eins og með blómakerin og þetta niður á bryggjunni. En þetta megi alveg skoða, mér fannst það svona, fékk ekki neitt alveg á með þetta, en svarið var eiginlega allt svæðið sem á bryggjukverfinu, það er einkaland og þá út að spyrja ég í framhaldinu, sér þá einhvern sameignarfélag bryggjukverfisins þeim snjómokstur eða er það í höndum borgarinnar? Sko, ég hafa bara aldrei heyrt þetta. Þetta er náttúrulega bara blabla, sko. Þetta er búið að vera svona. Nei, það er ekkert að hafa þetta svona. Og að reyna eftir öll þessi ár að snúa út úr með svona bara kraft. Það er náttúrulega bara ekki ásættanlegt, sko. Bara, það spurning hvort við skorum í 20. skipti á að borgaryfirvöld að setja þetta upp öryggisgirðingu með einfaldan hátt og við erum áður búin að benda á hvernig þetta er gert í Kópavogi. Það eru bara staurar og keðja, mjög styrtilegt og einfalt. Öryggis milli polla og kant, bara þannig að krakkarnir... Já, með því að mynda því. Hann svaraði þessu til að þetta væri eiginlega það. Ég ætlaði að tala um þetta við Bjarna, hann ætlaði að hringi í mig, þannig að þið eru betri samskipti við hann. Hvað Bjarni? Bryggjuráðið er búið að marga álitum þetta. Já, sem vinnur í Bryggjukverfi, sem vinnur í hjá Búsendal. Já, Bjarni sem er í varðanæri Já, þú myndist þetta við hann, en hann náttúrulega hefur ekkert um þetta að segja. Nei, ég meina hann er þarna formaður hagsmunasamtaka Bryggjukverfis. Og ég veit ekki hvort þau eiga sér einhverja sérstaka sjóði, eins og þetta væri bara einn stór blokk, skilurðu. Þau vilja þetta sér gert eða ekki? Já, sjálf. Ég spyr, er það á þeirra könnu að gera þetta, kaupi sig þessar keðjur? Við höfum ítrekar lagt þetta til, við höfum líka ítrekar lagt til að götumerkingar verði bættar í Bryggjukverfinu. Hann fór fram á stuðning okkar til þess, hraðahindranir og eitthvað þvílíkt, en þetta væri ekki eiginlega borgarland, þó að borgin væri meira og meira að koma inn á svæðið eftir því sem það stækkaði. Það kom mér óvart, þetta hefði bara verið selt, einkaaðili hefði búið þetta til og selt einkaaðilum. Ég kann ekki að taka undir umhverfisráðuneytið eða skipulagsráðuneytið og tala um þetta Ámunda. Ámundi er mjög harður á öllum svona öryggismálum. Já, endilega var mikið bara góðverk að gera það. Mér finnst þetta svona, alveg svo sem saman, hvað gerir þetta? Mér finnst þetta bara skrítið að þetta skulle vera svona. Það hefur verið tekið út, er ekki svona mannvirkið tekið út. Er það réttskilið þá að það sé ekki lóðvega það? Nei, þetta er bara eins og hann var þetta og svona. Já, þetta var svona tilraunaverkefni með Björgunum sínum tíma og komið vandræði þarna varðandi bara umferðarmerkingar og 30 km svæði og svona. Ég held að það hefði verið leyst, sko, það var bara svona eitthvað lögfræðilegt álitaefni, einmitt að borgin sagðist ekki eiga þetta og Björgun birti þessi ábyrgð. Ég held samt á endanum að borgin hefði fengið
það hefði verið úrskurðað að borgin hefði allavega rétt til að ákveða umferðarhraðann og svona sko. Jú, en hann einhvern veginn, allavega hvað þetta var það, Já. vísaði þessu þannig frá, þetta væri ekki á lista borgarna þess hluta, ef þetta verkefni okkar við komum í forgang að þeir telja tekið, en af hverju segja það manni þá ekki? Senda tilbaka og segja, nú þið komið hérna með verkefni sem ákveðina hjá okkur, þetta er ekki borgarland, þetta er þessi aðili. Hvað aðeins það Björg? Nei, ég veit ekki hvað Ég reyna að finna mynd af þessu í Kópavoginum, ég finna hana og senda á okkur. Það er hægt að gera þetta svo ótrúlega einfalt, sko. hálfklára. Já, þetta er bara hálfklára. Ég veist bara skrítið þetta var bara verið leitt. Ég veigra með, ég finn þarna stundum, sko, ég veigra með að labba á timbrinu, sérstaklega það blöytt í þessu sleipta, sko. Og það hafa krakkar dottið þarna niður, notabenni, sko. Það hafa orðið slys þarna, já. Þannig að þetta er bara ekki gott og bara algjörlega óskiljanlegt að skuli ekki búið að bregðast við ítrekuðum ábendingum, áskorunum og tilmælum. Ég segi það. En þá kannski kemur þetta á listanum frá hróðu 9. En eru þið má þá bóka bara þetta að þér sé falið í samvinnu við ráð að klára þetta? Þá farum við svarið þann lista sem við höfum sendið og fyrir liggur frá Grafarvogi. Þetta er bara þetta sem við myndum setja á lista. Við viljum bara klára þetta. Já. Nú verður þá næst bara hverfi mitt að því svo lokum við útsendingunum þegar við tökum styrkina. Sko, ég finnst nú eiginlega fyrst að hrósa Rotary klúbbnum fyrir plokkið. Mjög flott. Mér finnst þetta flott framtak. Ég fylgist með þessum fésbók, þetta er verið að plokka út allan. Flott hérna í Grafarvogi því miður var ég ekki í bænum. Síðan er það smá upplýsingar heilsugæsluna. Ég er alltaf í sambandi við þau, er á bakkanum á þeim. Það verður í vikun eftir Hvítasunnu, verður farið með tæki og tól yfir í nýja húsnæði. Og þessum heilsugæslun verður lokuð 23.4. Opnað 27. maí. Ég lagði áherslu á að þetta yrði auglýsjast vel, sérstaklega. Og hún sagði að það yrði gert. Og bara þakkaði fyrir hvað íbúar og sýndi heilsugæslunum mikið áhuga. Og þolinmæði? Þolinmæði. Ég sagði bara að þetta væri auðvitað okkar hjartans mál. Síðan er það sorpumálið. Við erum aðeins fyrir að skiptast á skoðunum með það í fésbókarsíðunni. Árni opnaði það mál og var gott mál og með bæði vegna þess að þeir verðast ekki hafa undan að tæma svo pappa plast en samt að búið að taka þessa gáma. Og það er það sem að fólki, nú er ég að tala, sko, fyrsti pósturinn sem ég setti var eiginlega frá sjálfum mér, síðan er ég bara að hitta fólk á vornavegi og það er náttúrulega þetta kerfi er svo óskiljanlegt og það er svo bara illa skipulagt af hálfu stjórnmálamanna. Það eru menn sem ekki hafa neina þekkingu á málinu sem ákveða eitthvað. Svo eru embættismenn settir í þetta, hafandi ekkert til þess að gera, þannig að það er sett í gang verkefni fyrir ári síðan sem að vera engan veginn tilbúið, engan veginn hugsað og ekkert undirbúið. Og við erum enn að súpa að segja því og að detta í hug á þeim tíma sem talað að minnka kolefnisspor, auka hreyfingu gangandi og hjólandi í nærumhverfi, að taka þá í burtu plast og pappagáma úr grenndarstofum. Bara hvað gengur fólki til? Myndi varpa upp annað að því ég svo saman. Það eru biðraðir, sko, það eru settar sortunnur við híbýli fólks sem eru nett upp á fólk. Það eru ekki tæmdar, nema bara voru á haust, svo ég tali nú bara hreint út. Gott og vel, plássið þeim lítið og þú ert iðulega að kaupa þitt skó, oft í viku, nei, ég er að tjóka. Fólk er bara að kaupa hluti sem eru umbúðir í, plast og pappi og fyrir mér allavega og því fólki sem ég hitti gjarnan á grenndarstofunum er ljúft og skylt að labba með þetta á grenndarstofar.
sem maður gerir. En þegar þetta orðið þannig að þú rúndar hverfið eins og þessi ágæta kona og það sem þau sem voru með henni, hún búin að fara allt hverfið, búin að reyna að fara niður á Stórhalla, þar var bara 30 og eitthvað bílaröð og með 2 poka af papp og plasti að þá stendur ekki í því og það út úr flóandi gámar, ruslið flæðir á milli, þetta er náttúrulega ekki ásættanlegt. Þetta er ekki bara kostnaðarauki fyrir fólk, þetta er hvílík þjónustuskerðing og þetta kemur bara fólki í illt skap. Það er nánast vísvitandi verið að skerða lífsgæði fólks af tilefnislausu. Látum bara gámana vera áfram á hverfistöðunum, grenndarstöðunum. Gera það aðeins huggulegri eins og ég setti með í póstinn til ykkar erindi sem við gerðum á samþykktum 2021 og það verður ekkert verið farið eftir því. Ég skil alveg þessi heitt í hamsi, ég held að okkur öllum sé heitt í hamsi þegar við lendum í þessari stöðu. Þannig að í framhaldi af því sem þú sagðir og settir inn á síðuna, þá setti ég þetta niður. Mér langar að senda þetta framkvæmdastjóra Sorpu strax á morgun. Já, og á borgarstjórnina, það er pólitíka, það er stjórnmálafólki sem tekur þessa furðulegu ákvörðun. Ég hef ekki trú á að þeim hjá Sorpu eða Sorpu deild Reykjavíkurborgar og dotti í huga að fara að taka gámana í burtu. Ég trúi því bara ekki. Er það ekki Sorpa sem sér þessa gáma? Ég veit ekki, svo ég segi þess að. Nei, ég veit ekki, þau fyrir bara að kanna það, sko. Jú, þetta var þetta gámaleikur. Jú, ég segi það, Sorpa sem ákveði þetta, það kom já, mér finnst það bara einhvern veginn svo út og kú á sama tíma að réttilega að þeir hafi ekki undan að tæma okkur þetta. Hvað segir Kjartan, hvað er svona ákvörðun tekið? Stjórn Sorpu lítur að vera. Já, já, sko, jú, sennilega, en líka einhvern skipulagsráð, þetta var rætt þar. Að taka plast og pappírgámana í Sorpunni? Já, ég laði eftir sko pappírsgámanum. Hver var ástæðan, veistu það? Af hverju datt fólkið þetta í hug? Já, bara, ég held að það verið sagt að það ætti að, eins og ég skildi það svona til að skikka fólk bara til að flokka meira og tunnurnar ætti þá bara að duga, sko. En síðan var sagt, ég man ekki, það var eitthvað talað sem nefndi okkur eftir svona 60-70 held ég grenndarstöðar og það átti að vera held ég upphaflega að tala að þessi gámar eru skildir eftir 1/3 af þeirri tölu. Og við Sjálfstæðisflokknum sko mótmæltum þessu og það var sagt að það eru komin til móts við þessar raddir með því að þetta væri svona í helmingi grenndarstöðana. Ég er að leita bókunni, ég man að það kemur allt fram það, sko. Og mér finnst þetta bara eins og ég seti þarna fram í framhaldi af endurteknum ábendingum til íbúðarráðs frá varðandi uppsafnaðan flokkaðan úrgang og umgengnum grenndarstöðvar til íbúðarráð benda á brýna nauðsyn þess að losunartíðni verði endurskoðuð og aftur verði gámar undir pappa og plast settir á stöðvarnar. Pappa og plast? Já, pappa, já, ég er alltaf að spyrja um pappa. Æ ofan í æ, eru allir gámar fullir og fólk skilur eftir flokka Sorpu gámana. Hárrétt. Það er því augljóst að það verður að skipta þeim oftar út. Einnig viljum við að gámum undir plast og pappír verði aftur komið upp á öllum grenndarstöðum hér í Grafarvogi. Í ljósi þess að í könnun á vegum Gallup fyrir Sorpu kom fram að yfir 90% íbúa taka þátt í að flokka og fólk vill flokka, en þá verður að gera það eins aðgengilegt og kostur er. Mér finnst þetta bara mjög gott. Og bara ekki að senda þetta á framkvæmdastjórann. Já, og ég vil endilega að við sendum þetta á stjórnmálafólki líka. Þetta verður að vera þannig að átti sig á því, það er verulegt vandamál, þetta er heimatilbúið vandamál. Það var algjör óþarfi að búa þetta vandamál til. Hver eru fulltrúar að Reykjavíkur núna í stjórnstofnun? Ekki áreiðlega hún hætt. En áreiðlega var það, sko. Ég er bara ekki kláraði fyrir þessu. Ég held að það sé mikilvægt að senda þetta á stjórnsorpu og síðan framkvæmdastjóra Sorpu. Já, og viðkomandi ráð eða borgarráð. Já, jú, líka. Man gerir sig grein fyrir því að þetta er verulegt vandamál. Já, ekki þannig með þessar grenndarstöðvar, sko, eru það ekki reknar af borginni, hvernig er þetta aftur? Eru það reknar af Sorpu?
Já, ég meina þetta er hagsmunir íbúa Reykjavíkur og ef að stjórnendur borgarinnar kemur það ekki við, hvað kemur það þá við? Já. Svo tökum við fyrir veggjakrotið og umgengna í borginu næsta fundi. Nei, sammála því, ég meina þetta Sorpa vinnur allt í Kaffibollin og því. Sorpa vinnur allt í umboðið okkar og umhverfisskipulagssvið að hefa skoðun á því hvernig alveg sem er strætó og þetta fyrirtæki. Okkur veit hann ekkert stikkfrí þó að þessi sett fyrirtæki. Nei, alveg árið, þannig að ég legg til að við finnst þetta vel orðað hjá Fanníu og ég vil endilega að við sendum þetta ekki bara á stjórn Sorpu heldur á viðkomandi ráð eða borgaráð. Ég held að Grendastöðin í mínu hverfi sé ennþá með þessa gáma í staðarhverfinu. Já, það eru 3, láttu að ganga, Kjartan. Ég brenda þetta ganum. Ég ætla að fara með pappír og plast, og maður skipt gardínur og þetta er alveg svakalega langt og eitthvað. Það var ekki til dæmis í Dalhúsum, þar sem ég er að vinna. Nei. Þannig ég er komið på Ólís. Já, það er alltaf fullt. Já. Það er á 3 stöðum, það er í Spönginni sem umgengni er hvað svartust. Já, það er rosalega núna á fatagámum. Yes. Það er flæðir á stúsa. Já. Ég er ekki að taka þegar að fá nýja fatagáma, heyrði ég. Já. En á meðan, ég er sammála líka, þetta er einkennilegt, á meðan við erum í þessari breytingu og meðan við erum líka að handla þetta, þá er mjög skrítið að taka þetta úr sambandi. Þessi fólk er svo reitt. Ég er að hitta bara fólk og við löbbuðum yfirlega með þetta út í Sporhamra í besta hverfinu og maður er að mæta fólk þar, engin pappagámur og svo, ég ætla ekki að fara með orðbragði, svo er maður að hitta fólk út á Ólís sem er að reyna að henda og það er bara formælt stjórnendum borgarinnar og þeir nefndir hana og ég ætla ekki að fara með það hér. Þetta er bara staðan. Þetta er bara rosa fljótt að fyllast heimilispappírstunna. Já, það er eitt sem ég var, að því ég nú starfa hjá öðru sveitarfélagi. Þar vorum við að gera aðgengilegt fyrir íbúana að óska eftir breytingu á tunnuskipaninni. Þannig að þú gast fjölgar skett á breytti þannig að maður ekki, þetta er sameiginlega tunna en ekki fyrir pappír og plast. Þú getur pakkað þá bara 2, eina plast og eina pappa, eða þú sér þetta alltaf að fyllast þér. Ég er með sikkura, en ég þurfti þá að hafa pappírstunnu og svo pappírs- og plasttunnu. En það er miklu minna plast sem fer heim hjá mér heldur en pappír. Heldur ekki stóra plast og stóra pappír, Ég er með þannig. Já. En plasttunnan er yfirleitt hálffull, á meðan pappírs- Já. Mér finnst líka bara í hönnunina því ég er að fara í svona stöður líka upp í Grímsnesi, bara hönnunin á gatinu. Nú, það er ekki hönnun enda í Grendar. Þú kemur ekki, ég ætlaði nú bara að henda gömlu plastik skurðbretti. Ég kom því ekki inn, ég þurfti að trillast með það niður í aðstöðuna hérna. En í Grímsnesi hefði það fokið inn, af því það er stærra, þið vitið, gatið. Við erum að hugsa þetta fyrir umbúðir, ekki svona enda sama að þetta gerir og gerir við það fyrir. Já, það er sprengtaði sem sér losun Grendastöðana en hann gerir það væntanlega í umboði Sorpu. Erum við þá að tala stjórn Sorpu, framkvæmdastjóra Sorpu og borgarstjóra? Sorpu, hann hlýtur að sitja þar alla fundi. Það Valdimar, Árelía, Aldís, Guðfinnur Sigurvinsson, Orri Vignir og Svana Helena. Já, er Árelía formaður eða? Nei, Valdimar Víðis Hafnarfirði. Já. Þetta er bara gott að þú sendir þetta með 90% íbúa því ég hef engan hitt sem er á móti flokk. Nei. Mér finnst allir vera mjög ákvæðir með það. Það er nýbót komaði þessi niðurstaða. En fólk talaði að það væri stundum ófærilegt og óhentugt. En fólk vill flokk. Já, það er eins og þessu ágæta mannskja sem ég hitti. Og ég fara með þetta á 3. hæð aftur. Nei, ég veit það. Skilðu það vel. Svo fyrir næsta fund, þá er Anna búin að segja okkur þetta með, þá fór við samband með Keldnalandi, og myndum við líka aðeins taka fyrir þarna stóra öryggismyndavélamál. Já. Af því að ég tók að mér fyrir 1 eða 2 fundum að safna upplýsingum frá nágrannabæjarfélögum og ríkislögreglustjóra ætlaði að bara koma með niðurstöður þeirri vinnu á þann fund.
Þannig að þetta verður hörku sumarfundur. Já. Sem verður að gera okkur glaðan dag. Það barst erindi frá skógræktinni, það ég kem með það formlega inn á næsta fund af því það barst með of stuttum fyrirvara enda liggur ekkert lífið á, en það verið að biðja tilnefningar tré fyrir hverfi. Og hvað er þetta? Nei, þeir eru sem sagt hverfistré Reykjavíkur og þeir vilja Skógræktarfélag Reykjavíkur útnefnir hverfistré 10 hverfa í Reykjavík sumarið 2024. Íbúar verða hvattir til að tilnefna tré, runna, tráru, rjöð eða lundi í gegnum hverfishópa á Facebook og umfjöllun á fjölmiðlum. Einnig er óskað eftir tilnefningu frá félagi skrúðgarðsmeistara. Þannig að þetta kemur inn á næsta fund, þannig að endilega verið nú vakandi yfir öllum trjám sem mögulega gætu komið inn í þessa umfjöllun. Stóra jólatré. Senda mér þetta. Já, ég skal senda þetta. Já, það er svona fallið tré. Hann vill endilega sem flestir og þið getur líka bara hvert og einn komið tilnefningar. Já, margir fallegi garðar hérna í grónu, svo Foldahverfinu. Deila þessu á Facebook síðan. Já, endilega. Ég veit margir áhugasamur að taka þátt í þessu. Já, og líka þess náttúrulega tré og runnar og... Já, runnar. Já, skemmtilega. Skemmtilega, gaman að þessu. Ásend. Er þetta fyrsta skiptið eða? Ég sé ekki að því þeir eru 10 Mér sé fallið tré hérna bak við Guðmundsbæ. Mörg. Það er strimm. Við finnum ykkur hverfi í Kjarnakörfu. Já, það eru fallið tré. Ég hef stundum verið að horfa á það því að labba. Þetta er svona... Það verður gaman. Nú er lokaður fundur, gott þannig að við hættum að streyma fundinum. Ragnar, má bjóða svona? Já, takk.